Og áfram höldum með föstudagsþáttinn. Þau eru komin til mín frá umskiptingum, Villi og Birna, velkomin. Takk fyrir kærlega. Og umskiptingar, sem höfum þetta bara allt á hreinu, sem sagt leikhópur sem í samstarfi við Leikfélag Akureyrar og að fara að frumsýna þjóðsögu, er það ekki? Jú. Galdragáttin á þjóðsöguna sem gleymdist. Svona, ævintýraverk fyrir börn og fullorðna, bara fyrir alla fjölskylduna. Og þetta alveg frumsamið af ykkur, er það ekki? Jú, við sóttum innblástur í íslenska þjóðsagnaarfinn þegar við skrifum þetta og svona lékum okkur, fórum dálítið frjálslega með hann og vorum svo heppin að fá styrk frá leiklistaráði mennta- og menningarmálaráðuneytis. Og engan smá styrk. Og engan smá styrk, sko. Var þetta ekki bara með stærri styrkjónum sem veittu voru? Jú, ég held það, já. Stærstur eða eitthvað. Bara frábært að fá þessa innspýtingu á landsbyggðina. Já, einmitt. Það er nýtt. Já, það er geggjað. Og svo bara frumsýning 5. október, en eins og það sé ekki nóg fyrir ykkur, þá ætlum við líka að vera með samkeppni. Já, og það er kannski svona aðalega það sem við ætlum að ræða hérna í dag. Að við skemmtum okkur svo við, eins og Birna kom inn á, þá notuðum við íslenskan þjóðsagnararf sem svona innblástur að þessari sýningu. Og það er afskaplega ríkur og góður efnivið og við skemmtum okkur svo við að snúa út úr og gera nýtt upp úr þessum gamla arfi okkar. Við vildum endilega deila fagnaðarerindinu og ákvaðum að blása til þessarar samkeppni. Já. Og þetta er samkeppni fyrir grunnskólabörn sem er kannski svona, þeir sem við vonumst til að sjá líka í leikhúsinu. Og þetta er fyrir 2. til 7. bekk. Þetta er í 2 flokkum, annars vegar fyrir 2. til 4. og svo 5. til 7. Og við í rauninni erum bara svolítið að hvetja ungt fólk til þess að annars vegar lesa íslensku þjóðsögurnar sem að kannski gleymast stundum svolítið. Það er náttúrulega óbúslega mikið framboð á alls konar öðruvísi ævintýrum alls staðar að úr heiminum. Og nýjar barnabækur á hverju ári kannski? Já, sem er náttúrulega bara frábært. En hérna við vorum svolítið imponeruð þegar við fórum að grúska í þessum gömlu sögum og sáum tækifæri að fyrir börn og unglinga að skrifa nýja sögur. Og hugmyndin kemur kannski ekki síst frá því að í leikritinu, Galdragáttinni, þar eru krakkarnir í verkinu að fást við að skrifa og búa til nýja íslenska þjóðsögu. Eru sjálf kannski að taka þátt í svona samkeppni? Þau eru að gera það. Já, þetta tengist allt. Og þessi þjóðsögu samkeppni í verkinu verður svona þess valdandi að atburðarás verksins fer af stað. Þau sogast þarna inn í aðra veröld og ég veit ekki hvað. Þetta er þannig, þetta er bara þau hverfa. Já, opnast gátt inn í heim íslenska þjóðsagna í skólatösku. Nei, það er ekki skólatösku. Nei, þau asnast til þess að nota, finna gamla þulu í svona þjóðsagnabók. Svo fléttast þetta allt skemmtilega við afmæli Jóns Árnasonar sem á held ég 200 ára afmæli núna og hann er samt dáinn. Birtist hann kannski í verkinu? Já, á þess að segja mikið. Þá eiginlega varð hann svolítið persóna í verkinu með bæði beinum og óbeinum hætti. En hvað myndið þér áleggja krökkum sem langar að taka þátt? Því að nú kannski er einhver að horfa og bara hendi sér í þetta. Ætti hann fyrst að lesa sér til eða bara byrja alveg ferskur með engar fyrirfram mótaðar hugmyndir? Já, það væri bara mjög fróðlegt að sjá hvað kemur út úr því, algjörlega. En við auðvitað bara hvetjum fólk til þess að lesa náttúrulega íslensku þjóðsögurnar og kannski ekki síst að mæta á Galdragáttina og ég held að við getum veitt innblástur með þessari sýningu því að í sýningunni kynnumst við þjóðsagnaverum og það er ekki þessar kannski hefðbundnustu verur eða þær sem að fólk þekkir hvað best. Og nú er ég svo, bara því að þeir eru búin að marinerast í þessu, hvaða verur eru það sem við þekkjum best cirka? Já, kannski álfar og tröll og eitthvað slíkt, sko. Já, þannig þeir eru með aðeins sjaldgæfari típur. Já, við erum vissulega með álf og tröll. Jú, þau koma við sögu líka, en svona eins og skoffín og skuggabaldrar og nykur, Mjög skemmtileg vera. Það er eiginlega hestur. Sem að hóarnir snúa aftur, eða hóvar, eða klaufir. Já, það er hóvar og hann reynir að tæla fólk á bak sér og þú límist fastur á baki og hann hleypur
með út í vatn og drekki þér. Þetta rosalegt. Skuggalegt. Mjög skuggalegt. Þetta ætlaði að sýna börnunum. Já. Og það sem er svo æðislegt við þessar íslensku þjóðsagnaverur að þær eru oft svo frumlega skapaðar, að þær eru afkvæmi sko tveggja mismunandi dýra sem að ættu svona kannski í raunheimum ekki geta æxlað sig og getið afkvæmi. Skuggabaldur þannig. Já, það er afkvæmi, hann er afkvæmi sko kattar og refs og við til dæmis leikum okkur með það í sýningunni að þar er persóna sem ég ætla nú ekki að segja mikið sem er algjörlega ný þjóðsagnapersóna sem er einmitt afkvæmi ólíkra dýra. Þannig að það er hægt að búa til nýtt líka. Það er ekki bara að byggja á gömlu. Nei, og ég held að sé samt hollt að lesa sögurnar aðeins, en samt með það sko í huga að svona stílbrögð og annað hefur breyst mjög mikið frá því að þessar þjóðsögur voru skrifaðar. Og það er líka kannski svona stór hugmynd á bakvið þetta allt saman að það er hægt að gera svo ótrúlega margt skemmtilegt úr þessum efni við þó sögurnar sumar séu mjög misskemmtilegar svona þessar gömlu. En er einhverja bækur sem þið mælið sérstaklega með sem eru aðgengilegir en aðrar sem einhver dettur í hug núna? Því það er náttúrulega svo margar bækur eða mikið til á þjóðsögum? Já, það er búið að gefa út nokkrar núna, ég veit þetta ekki hversu langt það er en ég veit að það eru til eins og bara í Eymundsson og svona þessum helstu bókabúðum endurútgefnar valdar íslenska þjóðsögur. Og kannski með nútíma íslensku eða hvað? Já, svona kannski aðeins aðlaga. Og á öllum bókasöfnum er hægt að fá það. Já, á bókasöfnunum spyr maður bara. Það er svo dásalegt fólk sem getur bara aðstofað mann og fundið bestu bækurnar. Bjargar því fyrir eitt orð. Og þó að málið sé kannski ekki sérstaklega þjált í þessu í þjóðsagnarsafni Jóns Árnasonar, þá hafa það með sér að vera yfirleitt frekar stuttar. Já. Og svo er líka bara hollt og gott að reyna að lesa kannski það sem maður skilur ekkert alveg við fyrstu sín. Nei, akkurat. En það náttúrulega bara svona þekkt minni og við Íslendingar þurftum að vera duglegri við það held ég bara almennt að nýta þennan gamla arf. Maður sér bara að sko erlendir höfundar sko allt aftur í Tolkien í Hringadróttinssögu og svo bara Game of Thrones og svona að taka einhver svona gömul minni og þræða sko sauma ný veggteppi og eitthvað úr því sko gera frábæra hluti og ég held að við getum gert meira. Þannig þið eru að gera það og þið eru að hvetja aðra til að taka þátt. Þannig að þetta er bara getur ekki klikkað. En svo fáðu kannski Skriðljón sögur. Er það dómurinn sem ætlar að lesa inn? Það væri algjört lúxusvandamál ef að svo yrði. Í dómnefnd eru leikarar úr Galdragáttinni sem eru búin að vera, eins og segir, að marinerast í þessum heimi og sögunum má skila á netfangið umskiptingar@gmail.com. Við ræddum það hvort við ættum að leyfa fólki að skila þessi bréfposti en við ákváðum að halda okkur bara svona, það er flestir með netið. Hafa þetta svolítið rafrænt og halda utan um þetta í einum möppu. Já, einmitt. Þetta týnist ekki. Og þó að við sko auglýsum fyrst og fremst hér á svæðinum, þá er keppnin öllum opin, allsstaðar af landinu og við viljum endilega bara að börn sem víðast sendi inn sögur. Það er bara... Og netfangið var? Umskiptingar@gmail.com. Það eru 500 orð max fyrir yngra stigið og 1000 fyrir það eldra. Og efnistökur eru algjörlega frjáls nema bara að þetta þarf að vera að einhverju leyti innblásið af íslenskum þjóðsagnarfi. Frábært. Takk kærlega fyrir komuna og segja okkur frá þessari samkeppni og við hvetjum ykkur bara til að byrja að skrifa. Takk fyrir og gangi ykkur vel. Takk fyrir okkur.